Ja, Steini, þið hjá Arcticus eru búin að koma ykkur fyrir hérna í gamla verksmiðjunni á Hjalteyri og allir í harðfisksframleiðslu. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið bara nokkuð vel. Það náttúrulega þegar maður er að byrja á einhver svona nýju, þá var alltaf eitthvað svona óvænt ljón í veginum og við tókum þetta svona svolítið bara, hvað að segja, ekta svona eins og Íslendingar erum að bara stukkum að staða út í djúpulegina og höfum verið svona að þróa þetta jafnóðum og við erum að koma okkur fyrir og við erum svona eins og sjáði hérna svona langt konni með þetta. En græjan hérna fyrir aftan þig, hún svolítið mikilvæg í ferlinum? Já, þegar við fórum á stað og hugleiða að hérna, eftir að við vorum búin að gera prófanir á Akranesi, við fengum hugmynda að búa til harðfisk úr marning, móta hann og þurrka og fengum aðgang að græjum á Akranesi og þegar við sáum að við gætum svona náð tökum á þessu og gert þetta svona eins og við viljum hafa þetta, að þá ákváðum við að fara út í þetta sjálfur og koma okkur fyrir hérna fyrir norðan og þá horfðum við hýra auga til Hjalteyri og gaman að vera að byrja á einhverju nýju hérna. Hérna var náttúrulega í þessum sal hérna var skreiðaverkum fyrir mörgum árum og þannig að það er mjög gaman að vera að fara að vinna fisk hérna aftur. Og það var svona já, þegar við fórum að velta fyrir okkur að koma okkur upp græjunum sjálfur, þá sáum við fyrir okkur að aðalmáli er að fá gott element til að ná góðri þurrkun og öflugri þurrkun og eins og við sjáum hérna þá er þetta þó nokkuð dæmi sem er verið að klára að koma þarna upp og við duttum niður og að fá ódýrt mjög góðar notar græjur til að hita eða koma að hita vatninu. Þannig að er þið heitt loft, nóg að heitu lofti sem er náttúrulega aðalatriði í þurrkun og við erum bara mjög spenntir að sjá hvernig það fer af stað. Við sjáum það nú ekki núna, það er alveg rosalega stór blásari í þessu, hann er einhverjir rúmir 2 metrar í þvermál. Það er náttúrulega rosalega margir að framleiða harðfisk og við erum þannig, okkur þykir harðfiskur mjög góður og ég held að sé þannig með langt flesta en þetta er orðið í dag bara muna vara því þetta er mjög dýr vara og náttúrulega það er ástæði fyrir því að rýrnunin í þessu þegar þetta er þurrkað. Það er mjög mikil rýrnun í þessu, 80–90% og jafnvel yfir 90%. En við ætlum að vera með þá sérstöðu að við erum að búa þetta til marning. Marning er í rauninni, þetta er þegar þú ert búinn að flagga fiskinn þá er eftir fiskurinn á milli beinana á hryggnum og við kaupum marningin frá og þeir eru með mjög góðar græjur til að ná það sem eftir er af fisknum af hryggnum, þannig að þetta er nokkuð svona fars, bara fiskfars og er mun ódýrara heldur en að vera með flökinn í þessu, það er bara miklu ódýrara og við erum komnir með aðferð til að móta þetta og pressa og þurrka svo þannig að þetta verða bara svona bita fiskur og bragðið er náttúrulega bara eins og öðrum harðfiski og bitið, það er orðið svona, já við erum allavega orðin sáttir við það. Þannig að þetta á að verða góður harðfiskur og á verði sem að enginn hefur séð áður. Ef ekki segja, við verðum konum með þetta marka fyrir jól. Það er markmið að svona fyrir miðjan desember verðum við konum með endanlega vöru og þá er náttúrulega bara að kynna þetta fyrir búðunum og þetta hvort ég vil ekki taka þetta inn. Því að þetta er náttúrulega vara þarna sem verður mun ódýrara heldur en annar harðfiskur og svo líka þá náttúrulega ef maður komið þann punkt í þetta þá getur þetta verið já, eins og ekki kannski fæðubótaefni en svona eitthvað svipað í þeim dúr því að það er nú eins og við vitum fæðubótaefni út allt og alls konar prótein, shakar og hvað það heitir allt. En þarna er þetta náttúrulega komið með vöru sem er bara held í svipu verði og mörg önnur þessi fæðubótaefni og harðfiskur inniheldur 80% prótein sem er náttúrulega mjög hrein og góð prótein og örlítið salt en það er nú ekki nema rúmt kannski prósent sem verður endalega saltmagn í þessu þannig að þarna erum við með holla vöru líka.